Þín ánægja. Já, komið sæl. Það var enn eitt fallegu dagurinn á austanverðu landinu í dag eins og við sjáum þessari veðurtunglumynd frá því á hádegi og hitinn fór upp í 24 stig bæði Hallormsstað og Egilsstöðum en þetta nú svona kannski síðasta svona myndir sem við sjáum í bili því að skýjahullan hún á nú að fara að hylja allt landið hjá okkur næstu dagana. En við skulum byrja að skoða yfirlitskortið að þá höfum við þessa hæð sem að hérna milli Íslands og Bretlandseyja sem að svona að stjórna veðrinu hjá okkur og lægðirnar að það reyna svona hvað þær geta að komast til okkar en það eru skilin frá þeim sem að koma yfir landið núna á næstu dagana þannig að það verður nokkuð blautt landið vestanvert meðan að hæðin næra að halda svolítið vel á móti þannig að austanvert landið ætti að verða frítt við úrkomu. Og síðan ef við skoðum hitasviðið að þá erum nú ennþá í hlýjum loftmassa en þann fer nú svona aðeins að kólna hjá okkur, kalda loftið fyrir norðan okkur nú svona aðeins að reyna að sækja á en það hefur nú, kemst nú ekki til okkar alveg en meðan þessar suðlægu áttir eru viðlóðandi hjá okkur að þá verður áfram hlýjast á austanverðu landinu þó að hitatölunar farin nú svona aðeins að síga niður á bóginn. Og við skulum skoða hérna mengunarspána á morgun, það í þessu suðlægu átt að þá mun vökkurinn halda sem fyrr að fara hérna út á Faxaflóann og mun lítið koma við sögu hjá okkur. En svona þróunin hjá okkur næsta sólarhringinn, það suðlæga átt á landinu og það fer nú svona að draga úr vindinum í kvöld og nótt. Það verður svona þokuloft hérna og einhver úrkoma við vesturströndina en á austanverðu landinu verður vindur mun hægari og það verður svona bjart og svona í nótt og fram á morgundaginn en þá fer skýjahullan svona að ná yfir allt landið þegar þessi skil úr vestri nálgast hjá okkur og við vesturströndina verður vaxandi suðaustanátt og fer þá væntanlega að rigna hjá okkur annað kvöld. En seinnipartinn á morgun verður Íslandskortið svona, það verður svona skýjað mest allt land. Það mun kannski sjást eitthvað aðeins til sólar fyrir norðan þó það verður nú kannski ekki miklu mæli. Það reyndar gæti nú orðið svona sólskin í fyrramálið en síðan þyknar nú þegar líður á morgunin. En hitatölunar það ná sér ekki á strik þegar að sólar nýtur ekki við þannig að hámarkshitinn ætti að verða kannski svona 17-18 stig meðan að almennt hitinn svona í kringum 13-14 stigin hérna sunnan og vestan til. En síðan þegar að kemur fram á morgundaginn ef við skoðum þróunina áfram annað kvöld að þá koma skilin upp að landinu og þá hversir nú svolítið hérna við vesturströndina og fer að rigna og það getur nú orðið talsvert úrkoma bæði sérstaklega á Vestfjörðunum og svona Breiðafjörðinn og þar verður líka svona strekkingsvindur en aftur á móti heldur hæðin eins og ég sagði áðan vel á móti þannig að það verður þurrt landið austanvert og föstudagskortið lítur þá svona út rigning hérna landið norðvestanvert og en verður líka einhver væta hérna sunnanlands og en aftur á móti austan til verður þurrt og þar verður líka hlýjast hitinn svona 15 til 17-18 stig. Nú, ef við skoðum þetta áfram að þá svona skilin að renna sér hérna suður á bóginn og stöðvast hérna við vesturströndina þannig að það verður áfram blautt á sérstaklega á Vestfjörðunum og norðvestan til hérna á Snæfellsnesinu og síðan það verður einnig úrkoma við hérna suðurströndina og síðan sjáum við þessa lægð sem komin hérna inn á Grænlandshafið á laugardeginum og skilin frá henni munu síðan ganga inn á landið á sunnudeginum þannig að það verður áfram blautt á sunnudeginum. Laugardagurinn lítur þá svona út nokkuð stíf sunnanátt landið vestanvert en aftur á móti þurrt á Austurlandi og síðan sunnudagurinn áfram blautt sérstaklega landið sunnanvert en ætti nú að vera þurrt norðaustan til.
En það verður sem sagt blautir dagar hjá okkur framöndan, sérstaklega landið vestanvert, en á morgun ætti nú að vera þokkalega þurrt á öllu landinu. Látum þetta duga að vera í bili. Verið þið sæl.